Algengustu krabbamein hjá körlum í blöðruhálskirtli, lungum, þvagvegi og þvagblöðru. Marsmánuður, einnig þekktur sem mottumars, tileinkaður krabbameini í körlum og við á N4 ætlum að gera 4 þætti þar sem við lítum á málið einmitt í þessu mánuði. Við ætlum að byrja á að líta á innslag sem hún Rakel gerði. Þar heimsótti hún sjúkrahúsið á Akureyri og kynnti sér málið. Þegar einstaklingur greinist með krabbamein þá fer ákveðið ferli í gang. Við erum komin upp á sjúkrahúsið á Akureyri og við ætlum aðeins að fræðast það sem gerist næst. Það byrjar auðvitað þannig að oftast þannig að einstaklingurinn finnur að eitthvað ekki í lagi og leita til læknis. Og síðan fer náttúrulega ákveðið ferli þá í gang til að athuga hvað ræðir. Og það ferli getur náttúrulega oft tekið svolítinn tíma. Og ef það leiðir í ljós að krabbamein að ræða, þá fer ferli í gang. Annarkvort fer þá tilvísun á skurðlækna ef að ræða sjúkdóm sem hægt að skera í burtu, eða það kemur tilvísun til okkar að því hér fara lyfjagjafirnar fram. Og þegar komin endaleg greining og ákvörðun hvað framhaldið, þá fæ ég bréf, tilvísun hingað á krabbameinslæknana. Og ég sé að kalla inn nýtt fólk í meðferð til okkar. 2 krabbameinslæknar sinna sjúklingum á sjúkrahúsinu á Akureyri. Þau koma bæði að sunnan og koma til skiptis norður og eru þá mánudag og þriðjudag að hitta sjúklinga. Ákvarðanir meðferðir og úrræði eru teknar á samráðsfundum í Reykjavík þar sem læknarnir ráðfæra sig við fleiri sérfræðinga stöðu mála. Ef það leiðir í ljós að fólki að koma hingað á deildina að hitta krabbameinslækni hjá okkur, þá hringi ég í það og býð tíma hjá okkur. Og við reynum að láta ekki líða langan tíma frá því að við fréttum af fólkinu og þangað til það kemst í viðtal til okkar. Við reynum að hafa það eins stuttan tíma og mögulegt er. Þegar að fólk kemur í sitt fyrsta viðtal, þá erum við búin að ákveða að því að við erum með svona einstaklingshafa hjúkrun, þannig að við erum búin að útdeila hverjum og einum hjúkrunarfræðing hérna á deildinni. Fólki á ekki beint sinn eigin krabbameinslækni því þau eru 2 og þau vinna bara alveg sem teymi. En fólkið á sinn svona hjúkrunarfræðing. Og hann fer með í fyrsta viðtal og það er náttúrulega farið yfir þessa greiningu og hvaða meðferðir í boði og farið yfir hans sjúkdómssögu og fjölskyldusögu og allt það sem skiptir máli. Og að því loknu þá förum við þá fer hjúkrunarfræðingurinn með einstaklinginn inn á deildina og sýnir honum deildina ef að það máli að fólki sé að fara í lyfjameðferð hérna hjá okkur. Elva sýndi með deildina og nokkra af bæklingunum sem sjúklingarnir fá, en þar eru mjög greinagóðar upplýsingar krabbameinslyfin, en þeim fylgja oft miklar aukaverkanir og þau taka sinn toll á heilsu sjúklingsins þrátt fyrir að hjálpa honum við baráttuna við krabbameinið. Mér langaði svo aðeins til þess að fræðast það hvernig næringaráðgjafinn og félagsráðgjafinn koma inn í teymið. Fólk sem kemur hingað í meðferð oft búið að vera ansi veikt áður en að byrja hér í meðferð og hluti af veikindunum eru gjarnan lystarleysi og vanlíðan, almenn vanlíðan, ógleði og svona jafnvel andlegt álag og kvíði. Þannig að það hefur áhrif á matarlystina og þannig þá hitti ég gjarnan sjúklingana og fer yfir hvernig gengur að borða og við reynum að finna lausnir til að bæta næringarástandi. Því það er mikil áhersla lögð á það að fólk í veikindum nærist eins vel og hægt þó það geti á tímabilinu verið svolítið erfitt. Sjúklingar sem ég hitti helst eru fólk sem með krabbamein í meltingarvegi, í munni, vélinda, maga, þörmum, ristli, sem hefur náttúrulega bein áhrif á getu til að nærast og getu líkamans til þess að frá svo nýta næringarefni. Þannig að þar erum við kannski fyrst og fremst að bara finna lausnir þar sem fólk getur næst á þann hátt sem að líkaminn þolir og byggja upp jafnvel tap ef hefur verið erfið tíma á undan. En svo verður maður alltaf að meta bara ástandið hverju sinni. Þegar fólk er mjög veikt, þá erum við fyrst og fremst að reyna að uppfylla grunnnæringaþarfir, sölt, vökva, orkuefni. En svo á milli þegar fólk er frískara og gengur betur, þá leggjum við áherslu á að fólk fái fullkomnari næringu og uppbyggjandi fæðu og hollan mat. Þannig að þetta skiptist oft í tímabil þar
sem að maður þarf að meta það ástandið. Það er óhætt að segja að líf fólks geti tekið miklum breytingum í kjölfar þess að greinast með krabbamein. Það er í mörg horn að líta og fyrir flesta er það mjög kærkomið að fá góða leiðsögn. Þar kemur félagsráðgjafinn inn og veitir stuðning. Þessi félagslega ráðgjöf felst í því náttúrulega bara hvaða réttindi fólk hefur. Þetta er oft svona flókið samspil ólíkra stofnana og þjónustu sem stendur í boði og þar komum við svolítið inn í svona bæði að upplýsa fólk og líka svolítið að fara fólki hvernig aðstæðurnar voru. Náttúrulega aðstæður einstaklingur rosalega mismunandi þegar það kemur inn og fjölskyldur og þetta eru svona ólíkir einstaklingar og bakgrunnur og annað og þá eru náttúrulega bara svona þarfirnar svo mismunandi og það komum við svolítið inn í. Það er svolítið bara að fara í gegnum fólk hvernig aðstæðurnar eru, hvað stendur í boða og svolítið kannski svona leiðsögumenn kannski í þessum kerfum og svo líka erum við svona stuðningur bæði og náttúrulega í þau. Bara eftirfylgnin sem við fylgjum oft málum eftir og einstaklingum og fjölskyldum og erum líka alveg að veita svona stuðningi náttúrulega bara á erfiðum tímum og þetta hefur mjög oft mikil áhrif á í rauninni lífið og það sem búið að vera þessu vinnutap og annað og það er svona þessar ólíku svona þarfir fólks sem þarf svona, sem fer í gegnum með yfir og svona styður við í því. Krabbameinslæknarnir sem starfa vikulega á sjúkrahúsinu á Akureyri sinna mjög stóru svæði. Fólk kemur oft langt að til þess að hitta lækninn sinn og fara í lyfjameðferðir. Elva segir samstarfið við heilbrigðisstofnanir í heimabyggð sjúklingana vera mjög traust og reynt þannig að tryggja sem best utanumhald. Einnig er samstarfið við Krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis mjög gott. Þar getur fólk leitað sálfræðiþjónustu og alls konar aðra þjónustu, bara viðtöl og stuðning og þær eru líka með þjónustuna með gervibrjóst fyrir konur sem að fá brjóstakrabbamein og eins með svona stuðningsfatnað varðandi sogaðabjúg og þær hafa verið að koma hérna á deildina frá Krabbameinsfélaginu svona reglulega og alltaf vera með reglulegar heimsóknir hérna í vetur og þá bjóðum við fólki sem er á deildinni hvort það vill hitta þær. Já, þeir eru kynni þeirra starf svona aðeins fyrir sjúklingunum. Já, við gerum það. Þetta er í búði fyrir ykkur að þið vilja. Já, og við hvetjum fólk til að leita til þeirra því að það er mjög gott starf unnið þarna og það eru með mjög góða aðstöð og það bjóða líka upp á aðstandendur sem fylgja náttúrulega mjög oft með hinga á deildina að þau getur komið niður eftir og verið þar jável tíma, yfir daginn meðan að fólki er hér í krabbameinslyfjagjöfinni að það getur aðstandendin farið niður eftir. Það að greinast með krabbamein er að sjálfsögðu mikið áfall og sjokk fyrir þann sem í því lendir en það er þó hægt að segja að móttakan hér og utanumhaldið gerir það eflaust auðveldara fyrir þá sem í því lenda. Regína, hjá Krabbameinsfélagi Akureyrar og nágrennis hvernig staðan eru karlahópar sem eru hjá ykkur? Já, við erum með karlahópin Kátir karlar sem hann Brynjólfur er í forsvari fyrir. Þeir hittast á laugardögum 1:30 og mér skilst að fjölgi í hópnum. Þeir eru farnir að vera í vandræði með pláss og stóla. Hvernig með karla almennt sem leita til ykkar? Eru fleiri karlar leita til ykkar eða sjáu þið breytingu í því? Sko við hefum ekki talið þetta alveg nógu vel en okkur finnst vera fjölgun og við finnum það í mars að það fjölgar. Í fyrra fjölgaði karlmönnum í mars og það er strax farið að fjölga karlmönnum núna í byrjun mars. Er þetta karlar á öllum aldri sem eru að koma? Já, en þó við söknum svolítið að sjá yngri karlmenn, kannski 18 til 30 ára. Þeir koma mjög lítið eða bara nánast ekki neitt, en þannig að þetta er kannski 30 plus meira. Og svo krakkar, við fáum líka börn. Fyrst þú nefnir börnin líka, þeir eru svolítið að einblína á að aðstoða þau betur? Já, við leggjum mikla áherslu á að taka vel á móti börnum og ef það eru börn sem eiga foreldri með krabbamein þá viljum við endilega fá þau í heimsókn og spjalla við þau og Katrín hjúkrunarfræðingur fræðir þau hvað er krabbamein á barnamáli og við forvitnumst svona aðeins hvernig gengur og viljum fá þau með mömmu og pappa til að hjálpa til við samtalið í fjölskyldunni krabbamein. En karlar sem eru aðstandendur, eru þeir duglegir að leita til ykkar líka? Ekki nógu duglegir. Aðstandendur eru reyndar ekki nógu duglegir að leita, þeir eru svolítið hikandi og við erum búin að komast að því ef að fræðslan heitir hvað get ég gert fyrir hinn veika, þá er líklegast að aðstandendur mæti.
Þeir mæta fyrir þann sem veikur en ekki fyrir sig. En við viljum gjarna sjá fleiri aðstandendur af því þeir lenda ekki síður í slæmri líðan eða ýmsu sem hinn veiki lendir í. Jafnvel stundum hafa aðstandendur það verra. En núna eru komið nýjung í fræðslun ykkar og það pungur sem maður getur þuklað á og ég rak með það sjálfur þegar ég var að þreifa á honum að ég vissi ekkert alveg hvernig ég ætti að meðhöndla hann. Nei, þetta er nefnilega alveg tilvalið að æfa sig á að því svona getur maður átt að sjá hvað er eðlilegt viðkomu og hvað er óeðlilegt og ekki bara í pung, bara í ýmsum líffærum líkamans. Ég fór að þukla á honum og hélt á honum hérna í staðin fyrir að halda á honum eins og pungur er nú almennt og ég þurfti aðstoð við það líka því að þetta er ekkert augljóst. Já, Brynjólfur og Jonni, þeir stóðu sér mjög vel á pungvaktinni eins og við köllum það og vorum með fræðslu var það ekki þetta. Það er reynt sem sagt báðir reynsluboltar, báðir hafa greinst með krabbamein og hérna annar læknir og þeir voru hérna að segja köllunum hvernig þetta gera þetta. Maður þá náttúrulega hafa þetta eins og þetta er á líkamannum. En ekki bara halda á þessu svona. Er þetta mikið feimnismál? Sjáu þið það? Nei, í raunin ekki. Ég hefði haldið að vera meira feimnismál, en mér finnst þetta bara lítið sem ekkert feimnismál. Er þetta ekki eitthvað sem skiptir máli, sérstaklega eins og þegar þú ert að kenna til dæmis ungmennum og úlingum á þetta að geta snert og þreifað á einhverju? Fræðslan verður allt öðruvísi heldur en að hlusta á fyrirlestur krabbamein. Já, algjörlega. Þess að eistnakrabbamein er í rauninni ekki það algengt krabbamein með við eins og brjóstakrabbamein, það er mjög algengt krabbamein. Við erum til dæmis með brjóst sem hægt er að æfa sig á upp í krabbameinsfélagi. En hérna það er algengt hjá ungum karlmönnum. Þannig að það er mikilvægt fyrir unga karlmenn sérstaklega að prófa. En aur fyrir eista, nú hef ég heyrt það á tali hérna mann á milli, hvað er það? Það er rosalega skemmtileg áheitusöfnun. Fasteignasala Akureyrar kom með þessa hugmynd í fyrra, í mottumars, að leggja til pening fyrir hvert eista í fyrirtækinu. Og karlmenn hafa tekið þrusi vel í þetta og við hefum verið að fá framlög frá fyrirtækjum þar sem að hver karlmaður leggur til dæmis 1000, 2000, 5000 á eista í fyrirtækinu, jafnvel hærri upphæðir og það er bara strax farið að safnast heilmikið og vonandi er þetta komið til að vera, aur fyrir eista. En maður þá borga aðeins minna að maður er bara með eitt eista? Já, í rauninni, eða kannski meira þá fyrir hvert eista. Verðmætt eista. Nú eru ýmis verkefni á vegum Krabbameinsfélagsins og síðan eru verkefni sem er á vegum ykkar líka. Hvernig er samstarfið á milli þessara félaga? Það er bara rosalega gott. Krabbameinsfélag Íslands er í rauninni svona regnhlífasamtök yfir og við erum aðildarfélag en það er gott samstarf á milli og við leitum oft til þeirra. Það eru miklir reynsluboltar. Regína, takk hérlega fyrir. Takk fyrir. Stefán Gíslason þekki það sjálfur að greinast með krabbamein og að horfa upp á dóttur sína að greinast með krabbamein. Hérna næst ætlum við að heyra hann segja frá sinni sögu. Maður er náttúrulega bara barnforeldrar sinna skilur og þetta er bara mjög erfitt og ég fann það þá og ég sá það á þeim hvað þetta slóðu mjög mikið sko. Pabbiðin þá kannski nýlega búinn að ganga í gegnum? Já, hann greindist 2010 og svo aftur 2014. Já, með krabbamein. Já, með krabbamein. Þannig að hann er búinn að standa í því við stórum, tvisvar. Ég var staddur út á Sauðárkróki og ég var að aðeins að gera við bremsunar á bílnum hjá mér og kíkja hann í húddið og ég man að sími hringdi og klukkan verið svona 2 að deginum og þá segir hún við mig sko að ég sit hérna fyrir utan Landspítalann í bílnum, sagði hún, og er nýbúin að fá dálítið erfiðar fréttir, sagði hún, og segir þetta hún hefur greinst með krabbamein og ég reyndi nú að halda ró minni bara og tala við hana eðlilega. Samt var ég búinn að segja við hana og við höfum nú talað um það bæði að þegar ég fekk þetta á sínum tíma að þetta væri nú ekkert með mig, þó að fullorðinn manni, en það væri verra með börnin og unga fólki sko. Þá farið það nú að verða snúið sko. Svoleiðis að ég man að það voru margar hugsanir í gegn hjá mér, hvurslags er þetta? Það er þetta nú endilega að koma að lenda á henni líka sko. Var það svo þitt að færa þér fréttirnar, mömmunni? Já. Það var svoleiðis. Það var mikið áfall. Það eru þessir ofboðslegu erfiðleikar sem fylgja því. Það sleppa mjög margir sko. Þetta er orðið það góð lækning og sérstaklega held ég að lyfjameðferðinni hafi farið mjög mikið fram. Og ég held að megi ég vel segja að flestir, meiri hlutin sleppur. Það sýnist mér á því sem ég þekki sko.
En það bara þessir ofbáðslegi hamar sem maður þarf að klífa sem blasir við, sko. Já, okkur fannst bara ekki hægt að hún væri ein heima, sko. Því hún var bara svo rosalega veik. Og hún var hjá okkur svona frá þriðjudegi og til sunnudags, þá fór hún út í Hofsfoss, inn til sín. Þetta var alltaf bara rosalega bara erfitt, sko. Hvernig maður veikur? Hvernig eru þessar virkanir? Það er ógleði og svona rosalega slappleiki og höfuðverkur. En hún hringdi nú í mig í vinnuna í daginn og þá lá hún á gólfinu heima og gat sig ekki hreyft. Alveg máttlaus og þá átti hún að fá sprautu þann daginn, sko, það var liðin einhverju klukkutímar. Hún ætlaði að fara daginn eftir, hún átti að fá hann á 5. degi og ætlaði að fara út á sjúkrahús á 1. degi og fá sprautuna. En það var bara of langur tími. Og hvað var þá gert? Þá var pabbi hennar staddur út á Sauðárkróki og ég hringdi í hann og hann náði sprautuna og kom með henni heim og sprautaði henni bara. Það er svo margt, sko, eins og segir, auðvitað þarf einlega fólk stuðnings til að bera sig á því að svimin er svo mikill og magnleysi getur orðið svo mikið, sko. Að það reisir ekki höfuð frá koddanum, sko. Svona þeirra vestir. Í sambandi náttúrulega hefur allir því verið ákala gott. Svona þess að það breytti því ekki neitt. Og við vitum það allsumuna að við eigum allt undir náðinni hvort þið er og þú líka og allir. Og maður getur bara, það getur bíl komið og keyrt í hliðina á bílnum hjá manni, skilurðu, eða hvað sem er. Og svoleiðis að maður er bara að vera rólegur og bíða átekta og forsjónir vonandi sér þetta að dálítið leyti. En svona gagnvart til dæmis foreldrar sem standi í þessum sporum eins og þið stóðuð í, hvaða ráð hafið þið fyrir þau? Hvernig á maður að snúa sér í þessu? Já, það er náttúrulega til að byrja með að gera allt sem læknirinn segir. Upp á 10. Ég held að sé þannig. Því að þeir eru mjög góðir og það er bara þannig. Og gera allt og spyrja á það mikið og fara eftir öllu sem þeir segja, bara í einu og öllu og vilja að lifa, sko. Maður þarf að vilja að lifa. Og vera tilbúin að gera allt til þess og hugsa svo á milli ekki þetta. Halda bara áfram. Ég held það. Já, Jóni, þú stendur hérna pungvaktina, hvað þýðir það? Það er bara þýðir það að hér eru með virkilega flott kennsluapparat sem er eistu. Við erum bara að leyfa fólki að þreifa og finna eitla og það hefur bara tekist mjög vel. Við erum allavega einu hér á landi sem eru með þetta skemmtilega kennslumyndband, það er kennsluapparat. En hvernig er það, sko, þegar maður er að þukla á þessu? Maður á ekki að halda á þessu svona frá sér og þukla á því, maður þarf að... Nei, þú ættir einmitt að halda á þessu eins og þetta sé bara þinn eigin. Það þýðir ekkert að vera bara hérna, það er enginn að þreifa á þessu svona. Þannig að þú ætti bara að hafa þetta eins og sé bara undir þér og bara þá finnur eittlana. Það er alveg bara málið að vekja athygli á því að það er ekkert feimnið að bara þreifa og fylgjast með. Það er bara það sem það er að gera. Og þannig er að þegar maður er búinn að finna meinið, þá veit maður nákvæmlega hvernig tilfinning þetta er að finna það hjá þá sjálfum sér. Já, það er svona í flestum tilvikum. Það er náttúrulega til fleiri en ein afbrigði af eistnakrabbameinum, en þetta er einu þeirra. Og svo er líka bólgueista og svoleiðis, þannig að þetta er allavega ein gerðin sem er gott að finna. Þú þekkir þetta eigin raun að greinast með eistnakrabbamein. Já, hvernig hefði þú haft gott að því að vera búinn að þukla svona græðu? Já, en reyndar í mínu tilviki þá var ég með bólgueista, þannig að það fann ekki svona litla gerð, en eins og segi, það hefur verið mjög gott. Og hvernig eru menn að taka í þetta? Eru menn eitthvað feimnir við að handfjalla punginn? Sumir veit ekkert hvað að gera við þetta og er bara að leika sem öll eitthvað. Nei, þetta er bara að gera, þreifa og koma við þetta og bara finna hvað þetta er. Það er almálið. En þegar maður er sjálfur að leita, er einhver staður betri en annar eða hvað á maður að hafa í huga? Nei, bara, eins og ég segi, ef hann er eitthvað öðruvísi heldur hann hefur verið og verður það í einhverja daga eða eitthvað svoleiðis, þá er bara aðalmálið að láta tjekka því. Kannski er þetta ekki neitt eða það bara mögulega krabbamein, en bara aðalmálið að fylgjast með þessu. Frábært, Jóni, takk hérlega fyrir. Takk fyrir. Hérna næst ætlum við að heyra hvaða áhrif það hefur að horfa upp á jafnaldra sinn og æskuvin greinast með krabbamein. Hann var í prófi sem ég var ekki skráður í, þannig að hann kemur síðan heim í íbúðin okkar og með svona sjúkraarband á hendinni, svona, sem að færi þegar maður innritaður á sjúkrahús og sýnir mér það og er ennþá alveg pínu ruglaður í hausnum eftir þetta flog og fer eitthvað að útskýra þetta fyrir mér og ég áttaði mig ekkert á þessu og
og svo vildi hann bara fá að leggja sig og ég vaktaði hann aðeins þá en svo förum við bara heim í jólafrí fljótlega eftir það sko. Þetta var bara, þú veist, 2 eða 3 dögum fyrir jólafrí. En það náttúrulega var til þess að hann þurfti að fara í skoðun þegar hann kom heim til Íslands hjá sínu lækni og allt það. Hvernig var fyrir þig að fara einn út aftur? Þetta var svona, ég man eftir bara þegar ég var búinn með ferðalagið þarna eftir jól, kominn út og búinn að ferðast í sólarhring eða eitthvað og legg mig aðeins þegar ég kem. Svo vaknaði ég og náttúrulega einn í íbúðinni og hafa svona skallið á mig bara, já, ok, það eru 5 mánuðir framöndan hérna, einn. Og þannig að maður var ekki stór á því augnabliki. Brynjólfur, ertu til í að segja okkur bara þína sögu af krabbameini? Já, það mjög einfalt að segja frá því. Ég voru í 6 ára krabbameinsafmæli. Valur Þór læknir var búinn að fylgjast með mér í nokkur ár vegna nýrnasteinasögu og svo uppgötvaði hann í blóðpröfum að það var eitthvað að gerast þarna ekki í nýrónum heldur, svolítið neðar í þvagfærunum. Og það leiddi til þess að hann fékk mig í skoðun í maí 2014 og honum fannst þreifing á krabbameinskirtli gefa til kynna að nú var ekki allt eins og ætti að vera. Þannig að það var tekið nálarsýni sem kallað og þau voru sendið í vefjarannsókn og smásjárskoðun sýndi að nokkur eintök af þessum sýnum, það var tekið 7-8-9 sýni, nokkur eintök af þeim staðfestu að það var orðnar einhverja breytingar í frumum. Og frumustigsbreytingar fyrsta skrefið í krabbameini. Þannig að þegar við vorum búin að fá þetta úr smásjárrannsókn þá sagði hann bara þetta krabbamein. Gott, þá var bara það skref stigið og ég var komin með greiningu í maí 2014. Og svo var ráðstefna milli Vals og krabbameinslæknis í Reykjavík og niðurstaðan var svo að ég yrði sendur í geisla haustið. Og í september og október fór ég í 39 geisla, Sörlalandsspítala. Og eins og þeir með geislana í dag, maður veit ekkert af þessu. Þetta ekki sama þjáningin eins og þetta var þegar ég var að byrja að læra læknisfræði og horfa á fólk fara í gegnum geislameðferð. Það var svolítið erfitt að horfa á það, en nú þetta orðið breytt, þannig að geislinn hann bara fer beint inn á sýktasvæðið og eyðir í og út kemur maður með bara einn blöðruhálskirtil, hann bara farinn. Og svo bara sýnir framtíðin, eða svo bara kemur ljós í framtíðinni hvort að maður þar með læknaður að fullu eða ekki. Og hingað til á þessum 6 árum, þá bendir allt til þess að ég sé læknaður. Þannig að á þess að glannast eða gorta að þá útlit fyrir að ég get orðið jafn gamall eins og jafnaldri minn sem ekki með krabbamein. Þannig að staðan, en það getur alltaf breyst. Það væntanlega fátt sem að veitir maður jafn mikinn létti og þær fréttir. Já, það sennilega bara laukrætt hjá þér að maður getur ekki óskað sér neins betra en að eiga alveg sem möguleika eins og jafnaldri sem ekki með þennan sjúkdóm. Talið að 10. hvert krabbamein útskýrist af arfgengum þáttum, en því fyrr sem krabbamein greinist, því meiri líkur eru á lækningu og því ætlum við að vera duglegir við að vera á varðbergi gagnvart einkennunum. Við sjáum síðan í næstu viku af nýjum þætti af körlum og krabbameini.